komið að stjörnuspá eða leiðsögn fyrir hrút í desember. Svo ég einbreið aðeins á praktísku atriðunum. Þá er það mjög opinn lestur og gildir fyrir marga. Þið eruð margir hrútar til, þannig að ég get ekki verið að lesa fyrir okkur öll. En ég tappa inn einhver ákveða bylgjulengd sem þið sem hver eru búin að hópast inn á líka. Nú, ef að þér finnst merkið þitt, sólarmerkið þitt, fæðingarmerkið þitt, ekki eiga við þig, þá getur þetta prófað að skoða önnur merki úr stjörnukortinu, til dæmis tunglmerkið þitt, rísendamerkið þitt eða annað merki sem að endurtekur sig oft í stjörnumerkinu, í stjörnukortinu þínu, þannig að eins líka þá eru þetta mjög flæðandi og við skulum ekkert vera að trufla okkur mikið hvað var það smáatriði. Það er margt sem er mjög sveigjanlegt, aldur, kyn, nákvæmar staðsetningar, tímasetningar og því líkt. Ef að lesturinn á við þig eða nær til þín, þá er leiðsögnin fyrir þig og þú hagræðir þá smáatriðunum eftir þínum persónulegu þörfum, en þó auðvitað innan skynsamlegra marka. En við skulum verða okkur í þetta og fá fyrst að vita hvaða hrút ég er að lesa fyrir. Sko, fullmikið, en ég tek þetta. Fáum því næst að sjá uppákomur og áskorunir í desember. Fáum leiðsögn fyrir desember, fyrir hrút. Fáum niðurstöðu. Og það sem er þessum hrúti hulið, það sem hann veit ekki, hann hefði gott af smá auka innsýn inn í, vil ég fá hér neðst í stokkinn. Takk fyrir. Ég byrjum að sjá hvað hrút ég er að lesa fyrir, kæri hrútur. Það er búið að vera mikið að gera hjá þér, þú ert í ákveðnum svona kaflaskilum uppgjöri, finnst mér. Svona, viðendi kannski í desember að taka svona ársuppgjör. Mikið breytingu væntanlega, sérstaklega finnst mér í því sem þú gerir í vinnunni þinni, iðninni þinni. Þú veist þetta sem sem þú gerir dagsdaglega, það sem já, ég langar til að segja vinnan þín, en það getur verið svo margþætt. Það þarf ekki endilega að vera eða þýða minnan sem er sem sagt dagvinna þín, sem borgar leiguna á húsinu eða hvað nú. Getur verið einhver önnur vinna, hobbyvinna, samstarf í félagsskap eða eitthvað svoleiðis. En það sem þú gerir, iðnin þín, finnst vera búið að vera mikið að gera og þú ert með mikla ábyrgð, en það er ákveðin pressa og þú þarft að passa svolítið að hlúa sjálfum þér og hugsa um þig. Þegar þú ert mikið að vinna með öðrum og þú ert svolítið að jögla svona fram og tilbaka, finnst mér, með öðrum, og það er búið að vera heilt yfir almennt mikið álag, mikil ábyrgð.
það eru breytingar í gangi eða á næsta leiti. Ef við rýnum hér í áskoranir núna í desember, þá er hér framundan, já, það er búið að vera mikið að gera og þú þarft á þinni hvíld að halda, en þú ert líka einhvern veginn, finnst mér, þú ert að klára dæmið, finnst mér. Og það svona kemur líka þessi breyting og þessi kaflaskil sem að kom hérna með heiminum í fyrsta bunkanum, að mikið af því sem þú ert að gera núna, þú ert einhvern veginn að skera á gömul bönd, skera á gamla skuldir, þú ert svolítið svona að núlla út einhverja vitleysu úr fortíðinni, finnst mér, og losa þig svolítið við það. En þetta tekur á, bara virkilega tekur á, en þú ert að fjarlægja alls konar gamalt og neikvætt úr lífinu til þess að skapa rými fyrir nýjan tíma sem að einkennist mikið af jafnvægi og réttlæti. Þannig að þú ert að sinna mjög mikilvægu verkefni þessa dagana og það tekur á. En það er að skila og það er svo göfugt markmið sem þú hefur hérna. Fyrir sjálfa þig, fyrir aðra, fyrir vinnuna þína eða hvað það nú er, þá er þetta mjög göfugt markmið. Og þetta er ekki alveg búið. Þetta er ekki alveg búið. Það er eitthvað smá eftir, finnst mér. En hins vegar engu að síður þá ég finn þreytu, ég finn svolítið svona þrekið að dvína, en þá er svolítið svona til þess að fara ekki ennum hann að lokaspretta, þegar þú ert í lokasprettunum, það er það sem að ég finn, þá þarftu svolítið að bara, þetta er mjög óalgengt fyrir mig að segja almennt, en þú þarft bara svolítið að gera það í brók og halda áfram. Ekki blinda þig samt gagnvart því sem raunverulega skiptir máli. Þú ert að gera þetta út frá tilfinningalegum ástæðum, þannig að ekki vera blindur gagnvart eigin tilfinningum. Leyfðu þér að upplifa þær, líka frústerasunnar, gremjuna, pirringinn, erfiðleikana, leyfðu þér að upplifa þetta allt saman með yfirvegun. Það er ekki þar með sagt að það sé í lagi að springa og hella sér yfir mann og annan. Beindu tilfinningunum í þessi verkefni, í þessi vinnu, og þegar að þú hefur róanæði og tíma fyrir þig, leyfðu þér þá bara að verða meir, verða mjúkur, verða linur og gefa eftir. Og ég finn líka hvað varðar hvíld og svona úrvinnslu fyrir þig þessa dagana í þessum verkefnum og í þessari miklu vinnu. Þá er vatnsheilunin mjög mikilvæg fyrir þig, hvort sem það er að þú sækir í vatn, eins og í sund eða bað eða pott eða hvað nú, eða bara að sitja eða standa við náttúrulegt vatn, vatnsból þar að segja, eða á. Leyfðu þér að sækja svolítið í vatnið og staldra við í vatnið, þó það sé ekki nema bara ekstra langar sturtur bara til þess að aðeins að speysa út og leyfa hugsunum að koma og fara. Nýttu svolítið vatnið til þess að kæla þig niður og svona skóla erfiðleika dagsins í burtu. Leyfðu þér það bara svolítið. En annars þá er þetta, þú ert á einhverjum svona lokaspretti í gegnum mikla vinnu. Og þetta er alveg svona, þetta er alveg að koma. Og þarf bara að þurfa eitthvað pínulítið lengur og þarf bara að halda aðeins lengur áfram. Niðurstaðan af þessu er að, já, það geta orðið erfiðleikar í samskiptum vissulega. En á sama tíma þá verður þetta til þess að það verður mest frekar að þessir erfiðleikar sem að hafa verið í samskiptum sennilegast mjög lengi,
þau einhvern veginn lagast. Það verður meira samstarf, það verður meira jafnvægi, það verður meira styrkur, í kærleika, í jafnvægi milli karla og kvennorku. Og ég þó svo sem ekkert hættur að vinna eða hafa mikið fyrir hlutunum, það breytist aldrei. En mér finnst samt eins og það verði einhvern veginn svona miklu jafnara álag, meira samstarf, jafnvægi í samskiptum, mikil samvinna. Og einhvern veginn þá verður þetta djögl sem að þú ert oft í, og það var líka hérna, þú ert búin að djögla svolítið með öðrum, að það vinnst betur, það verður dreifðara álag, þannig að þú ert ekki með 1000 bolta og hinn aðilinn 2 eða öfugt eða hvað nú, þetta jafnast einhvern veginn betur út, finnst mér. Og þetta er eitthvað svo mikið grunnatriði í því sem þú ert að gera, og það þarf að jafna þetta svolítið út og vinna betur saman. Og það er það sem að, öll þessi erfiði sem þú ert búin að vera að vinna í, það er það sem þetta leiðir í. Þetta verður miklu sterkara samstarf eða samband. Ég er búin að tala mikið um þetta eins og þetta eigi við vinnuna þína, eða hvað það er sem þú gerir. En það sem þú gerir er líka svolítið þetta dagstæla, og það getur líka átt við hreinlega náin sambönd, hjónaband, þess vegna fjölskyldusamband. Þannig að þú getur prófað að túlka þetta í þá átt líka. En hins vegar þá er uppgjörið af þessum erfiðum, þessari seiglu og þessu þrekvirki sem þú stendur í núna, uppskrifa því er mikill styrkur og mikið jafnvægi, sem er mjög ánægjulegt. Og ef við kíkjum hér í botninn, þannig sem þú veist ekki, er að hér er einstaklingur, mér finnst ekki endilega bara þú, heldur mögulega þú og samstarfsaðilinn, eða samstarfsaðilinn, sérstaklega, mér finnst þetta eiga við ykkur bæði, eða þetta samband eða kollegi eða hvað nú, að hér er einstaklingur sem er ofboðslega tilbúinn til að takast á við hlutina, læra nýtt og takast á við nýjungar. Þetta getur verið bæði þú eða hinn. Og þetta er, þó að akkur núna virðist ekki alveg vera svoleiðis, þá er þetta réttir leið og þetta er svona alveg að hafast, og góði hluturinn, góði parturinn er að nálgast. Syndu sjálfur, hugsaðu vel að þig, eins og ég sagði við áðan, fyndu réttu tímann til að hvíla þig og heila þig, leitaði vatnið, leitaði vatnsheluna. Það færir þér miklu frið og miklu hamingju að heila sjálfa þig á einn eða annan hátt, og þá sérstaklega að aftur kemur alltaf í vatnið. Og mundu að þú ert að vinna að mjög göfugu markmiði sem kemur til með að færa þér mikla hamingju, og þetta mun á endanum réttast út. Þetta mun á endanum vera uppgert og hlutinur falla allir á sinn stað fyrir rest. Nú ef við fáum aðeins stíft hér í.
setja þetta hliðar aðeins. Sko, eins og vorum að tala þá er mjög mikið að gera hjá þér. Þú ert í mikilli vinnu, það er búið að vera mikið álag en þú ert í breytingu og það eru ákveðin kaflaskil hjá þér. Það eru mjög, þetta er bara nánast verða svona klift og skori kaflaskil og þú hreinlega myndi ekki trúa því sjálfur. Þegar þú ert alveg gjörsamlega að fara úr nótt í dag. En þetta er mikil vinna og þú ert alveg, eins og ég sagði, þú ert að finna mikið fyrir álaginu þessa dagana. Áskoranirnar þær voru hér að þú ert að gera upp og klára eitthvað dæmi úr fortíðinni. Þú ert að skera á gömul munstur, gömul samband, gamla erfiðleika, gamla skuldir til þess að skapa rými fyrir eitthvað nýtt og til þess að jafna svolítið út, fara inn í jafnvægi. Og mér finnst eins og þú sér svolítið komin að nálgast þann stað í það minnsta að þú upplifir eins og þú sért búin að tapa þessu eða jafnvel eins og þú bara getur ekki meir. En það er svolítið verið að minna þig á að þú hefur val það hvort þú haldir í þennan slag áfram eða ekki. Þessi lestur er búin að fjalla svolítið mikið það hvernig fer ef þú þraukar þetta út og heldur áfram. Og það er það sem ég er búin að vera að segja við þig eða biðja þig að halda áfram. Málið er að þú hefur alltaf val hvort þú heldur áfram, hvort þú leggir í slaginn eða hvort þú stoppar núna og reynir aftur síðar. En málið er að það er þess vegna sem kom þetta spil auðkvælu upp úr. Málið er að ef þú hættir núna, ef þú stoppar, ef þú ferð út í eitthvað annað eða þar að segja ef þú velur að taka hana slagahít núna, þá mun þetta alltaf koma aftur. Þetta mun alltaf fara í sömu hringrásina aftur þangað til að þú verður komin í nákvæmlega sömu stöðu. Þessi hringrás mun elta þig og endurtaka sig aftur og aftur þangað til þú velur að taka þetta alla leið. Leiðsögnin var einmitt sú að halda áfram og taka þetta svolítið alla leið þrátt fyrir erfiðleikana og muna samt inn á milli að finna stundina til að hvíla þig, heila þig og vinna úr tilfinningunum þínum. Og leitaðu augnablikana þar sem þú finnur þróttiðinn aftur. Það er svo ótal margt sem getur kveikt í þróttinum okkur og seglinu okkar aftur. Og við þurfum stundum bara að veita því athygli og þakka fyrir að það geta verið pínulitlu hlutinir. Bara eins og ég segði því áðan, ekstra löng sturta, fara í sund eða fara í heitan pott. Eiga kvöldstund með börnunum sínum eða fjölskyldunni eða hvað nú. Njóta litlu hlutina sem gera erfiðin þess virðis. Líka litlu hversdagslegu hlutina. Þú þarft að vera svolítið vakandi fyrir þeim og nota það allt saman til þess að minna þig á af hverju ertu að þessu til að byrja með. Niðurstaðan við vorum að tala að þetta rótir alveg svakalega við samskiptunum þínum og sambandunum í lífinu en á sama tíma þá verður þetta vekur svo mikið jafnvægi í sérstaklega samstarfi og samböndum í lífinu. Þú ert hvergi hættur að hafa fyrir hlutunum, það vantar ekki, en það verður einhvern veginn minna álag á þér, dreifðara álag, jafnara álag og meira jafnvægi sérstaklega í leik og starfi og í karl- og kvennorku. Eins og ég segi, í leik og starfi, það verður einhvern veginn svona, og mér finnst þess að þú kom til að finna betur fyrir því, finna aftur ástríðuna fyrir hlutunum, ástríðuna fyrir því af hverju þú gerir hlutina. Og þá verður þetta svolítið svona, vinnan verður skemmtileg aftur. En þetta er mjög
heilandi vegferð fyrir þig. Og þetta tækifæri til þess að ljúka hringrás sem þú ert sennilega búin að vera að endurtaka í lengri tíma. Og einhvern veginn endar alltaf í sama bardaganum aftur og aftur. Núna svolítið tækifæri til þess að ljúka því. Og það mikilvægt fyrir þig að halda áfram að standa með þínu og vinna fyrir þínum friði, má segja. Þetta snýst rosalega mikið innra lífið þitt og innri hugsun og innri tilfinningar. Þannig að gefðu þér þessu augnablik til þess að endurnæra þig og hvíla þig og og þetta sem kveikir þróttiðinn aftur. Staldraðu við, andaðu, hugsaðu, njóttu. Af því að þessi draumur sem þú hefur hvað getur orðið þegar þú ert búin að finna hana frið, þeir eru ekki óraunhæfir og þú getur alveg látið það rætast. Ég ætla að taka þessa leiðsögn heim og saman með spili úr Mystical Shaman Oracle-stokkinum. Þú fær spil 29, The Journey, vegferðin, ferðalagið. Skulum rýna aðeins í það. Vegferðin. Vegferðin tilboð frá heiminum, frá uppsprettunni til þín að stíga út fyrir þægindarammann, út fyrir lífið eins og þú þekkir það. Þessi vegferð, þetta ferðalag, þetta er ekki frí. Heldur þetta köllun til þess að leita inn á við og fara í pílagrímsför þína inn í hið óþekkta, sem á heim og saman við það að það er verið að bjóða þér hérna að loka ákveðnu hringrás. Þú veist ekkert hvað síðan framundan þegar þessar hringrás lokið. Þú ert búin að vera í sömu hringrásinni það lengi, svolítið í endurtekningunni, að það það sem þú þekkir, það þægindaramminn. Þannig að það að ljúka því, stíga út í eitthvað nýtt, það stórt skref. Það langt út fyrir þægindarammann og það út í eitthvað algjörlega óþekkt og það hægara sagt en gert, en það verið að bjóða þér að taka það skref. Af því að það tími kominn til að fara inn í hina stóru vegferð. Ekki staldra við í höfninni, þar að segja ekki staldra við í því sem þú þekkir þegar að þetta óþekkta, þetta sem þér framandi, það að kalla til þín, þannig að ekki festa þig í því sem þú þekkir. Settu óttaðinn til hliðar og fyndu þína vegferð. Þegar það rétt tímasetning eins og núna, þá muntu enda á réttum stað, jafnvel þó þú ert ekki viss hvert þú ert að fara. Það fyrsta skrefið sem langt við mikilvægast. Það fyrsta skrefið, það að segja fyrsta skrefið út í þetta óþekkta sem skiptir öllu máli. Þannig að þetta boð að bara halda af stað og ekki láta óttann, ekki láta þægindarammaðinn stoppa þig. Af því að ef þú klárar ekki þennan kafla núna, þá myndir þú að byrja upp á nýtt. Þó þú veitir ekki hvað framundan
þá algjörlega þessu virðis að stíga út í óvissuna. Og það verið að bjóða þessa vegferð og leiðbeina inn í mjög dýrmæta lífsreynslu og dýrmæta breytingu. Þá þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa og komi til góðs og verða að gagni. Þá segi ég bara takk fyrir mig í bili og þar til næst.